Horror House. Já. Ha. Já, Þá sprakk veggfóðrið bara út og blóð fossaði og svona, get out! Já, og kom svona innifljós upp klósettið og svona, og maður vonar að þetta kom ekki fyrir forsetann. Já. Ha, þetta ekki eitthvað sem maður myndi vilja óska forsetanum sínum. Ha. Aha, einmitt. Alls ekki, sko. Nei, þú segir mér þetta. Já, ég segi þér þetta. Já. En þessi hatursmenn Ólafs. Já, þessir hatursmenn Ólafs. Þeir, já. Það er merkilegt svona. Hvar erum við ekki Timburhúsi? Það er svona svo ekko. Það er svona ekko hérna. Það er eins og ekko hérna inni. Já, furðulegt. Ekko. Halló. Merkilegt. Röddin á mér svona, einhvern veginn Bergmann alltaf. Já, hatursmenn Ólafs. Það hafa nú verið, ég man ekki veitur að Hannes Hólmsteinn hefði sagt það í sjónvarpinu daginn eða svona leiklíkur af því að einhverjir hatursmenn Ólafs væru til. En hann tilheyrði ekki þeim hópi. En það væri, og sem að náttúrulega auglýsingarnar í Morgunblaðinu bera þess glögglega merki að það eru til einhverjir hatursmenn, einhver 50 manna hópur, sko, sem er verulega í nöp við Ólaf Ragnar Grímsson. Og þeir alltaf víst að ræja hann bara alveg, að ganga út af fundum og... Já, ég var að heyra það, bara svona kjaftasögur, sko, að það stæði til að vera bara með skipulaða, sem sagt, hvað heitir það, skipulaða... Starfsemi bara? Já, bara hefndaverkastarfsemi.